Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og ætlum að vinda okkur yfir í aðra sálma en næstu ætlum við að fjalla breytingar og nýjungar í félagsstarfi hjá Akureyrarbæ. Og hingað til mín eru komin Halla Birgisdóttir og Bjarki Oddsson. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk Takk. Það sko, maður spyr sig hvar maður eiginlega byrja því það ansi margt að gerast í félagsstarfinu. Sko. Í fyrsta lagi þá ef við byrja kannski bara á nöfnunum eða hvað? Já, við sem sagt ákváðum það að gefa félagsmiðstöðvum fullorðinna ný nöfn. Þau voru bara kennda við götuheitin sem þau voru í, annars vegar í Víðilundi og í Buðusíðu. Og okkur þótti bara réttu tími að félagsmiðstöðvuna fengju fallin nöfn. Já. Og en væri ekki bara kenndar eins og við segjum við götuheitin. Og við fórum í nafnasamkeppni og fengum alveg fleiri tillögur og svo skipun nefnd sem fór yfir og niðurstaðan var sú að félagsmiðstöðvuna fengu nöfnin Birta og Salka. Já. Og Birta þá í Buðusíðu og Salka í Víðilundi. Og þetta þetta nöfn sem við þekkjum annars staðar frá úr bókmenntunum. Já, og en það sem við breyttum líka að félagsmiðstöðvarnar eru núna ekki lengur bara fyrir einhvern ákveðinn hóp eins og 60 ára eldri eða 67 ára eldri. Svo við gáðum eftirnöfnin félagsmiðstöðvar fólksins. Já, þannig það eru allir velkomnir. Allir 18 ára eldri velkomnir til okkar. Já, einmitt. Þannig að, og núna náttúrulega sko vetrarstarfið að fara af stað, þannig að það er ekki mikið dýrðir einmitt núna. Jú, það er mikið dýrðir og ótrúlega gaman hjá okkur. Við erum þetta er náttúrulega aðalbreytingin líka svo að punktinum var lokað. Já. Og hans hluti af þeirri starfsemi flutti upp í Sölku. Já. Svoleiðis að það til dæmis hluti af því að við breytum aldrinum og opnum þetta fyrir alla. Þannig að allir eigi möguleika. Allir eiga möguleika að koma og ég held að það sé bara takast ágætlega hjá okkur. Byrjunin lofa góðu. Já. Og við erum með afskaplega metnaðarfullt starfsfólk og allir eru jákvæðir og finnst gaman að taka þátt í breytingunum. Vissilega voru þær erfiðar fyrst. Já. Svona ákvörðunartökur eru erfiðar en allir mjög jákvæðir núna og bara við erum með ótrúlega flotta dagskrá. Já, og það hlýtur að vera svolítið erfitt að skipuleggja hana, að fá að hafa jafnvægi í þessu og eitthvað að sé boðið fyrir alla eða hvað? Já, maður fær nú eiginlega bara núna skammir að þessu margt sem kannski stangist á, sko. Já, nákvæmlega. Skarist á, sko, en við reynum að hafa hana fjölbreytta svo að allir finni eitthvað við sitt hæfi. Það þetta kannski lykilatriði. Við getum ekki bara verið með handavinnunámskeið, við þurfum að bjóða upp á fjölbreyttari námskeið og dagskrá sem hentar öllum, sko. Já. Og það tekur smá tíma, sérstaklega í svona nýjum félagsmiðstöðvum að finna út úr því. En eins og Halla segir, byrjunin lofa rosalega góðu og við erum að fá allt yfir 100 fólk til okkar að heimsækja okkur á dag núna, sem bara alveg frábært. Og við hvetjum allir til þess að koma og kynna sér dagskrána hjá okkur. Já. Og það er sagt að fylgja okkur á Facebook. Já, endilega. Við heitum núna Birta og Salka, félagsmiðstöðvar á Facebook. Og svona við síðan ennþá örlítið svona ég svara fyrirspurnum þar, en aðalsíðan og fyrir að loka henni, sko. Aðalsíðan Birta og Salka. Og við erum langduglegast að setja þar inn. Já, og fólk getur svona fylgst með því sem erum að vera. Já, við erum mjög duglega að setja inn þar. Já. Og það eru oft líka, sko, ekki bara námskeið heldur einhverjir svona viðburðir. Algjörlega. Þannig að það borgar sig að fylgjast með og sjá hvað að vera, hverju sinni. Já. Og eins og annað að gera en bara námskeið. Við, til dæmis hverjum 50 erum við með skemmtun. Já. Og erum afskaplega metnaðarfull þar. Og í dag erum við til dæmis með skemmtun og þá fáum við kvæðakonu sem kveður inn haustið. Og kórinn sem kemur svo að syngur fyrir okkur og eftir. Já. Svo erum við alltaf með einstaka sinnum svona stærri viðburði. Við erum með fullt af nýjungum. Og þá misjafnt, sko, á hvorum staðnum viðburðirnir fara fram? Hvort þeir fara fram í Birtu eða Sölku eða bæði eða?
Já, við auðvitað reynum bara að nýta styrkleika hvorra félagsmiðstöðvar fyrir sig og það hefur svona alveg verið stefnan okkar. Húsnæðin eru auðvitað mismunandi. Mikið af starfinu í Birtu skipulagt af félagi eldri borgara og við vinnum mikið í dagskrána í samstarfi við þá. Já. Og það hefur bara gengið ljómandi vel og það eru mjög öflugt fólk innan þeirra raða sem sér rosa metnaðarfulla dagskrá líka. Já, já. Það spilað og dansað, fræðslu. Já, fullt af fræðslum hjá þeim og góð heilsuefling og líka hjá okkur. Við erum að leggja svolítið mikla áherslu á meiri heilsueflingu og erum með bara nokkuð góða. Við erum með qigong, við erum með jóga, við erum með leikfimi, boccia, göngur, léttargöngur sem allir geta komið í og okkur finnst þetta svolítið skemmtilegt að reyna að auka við þetta, heilsueflinguna og gera okkar besta þar. Já, þetta mjög fjölbreytt flóra greinilega og það þá líka misjafnt hvort námskeiðin fara fram í Sölku eða Birtu. Já, vissulega staðan svo núna að þau eru fleiri í Sölku en það vegna þess að í Birtu nánast allar stofur uppteknar allan daginn. Við komum þó við viljum gjarnan, skipta sig í and, það bara getum við það ekki út af plássi. Nei, einmitt. Og þetta bara pínu, ég veit ekki hvað ég segja. Ég kalli þetta bara lúxusvandamál. Já, ég ætla bara að segja það. Þetta pínu lúxusvandamál. Og líka það að við erum með svo mikið í boði og fólk kemur og það stangast á og það eru sömu námskeiðin. Það á erfitt með að velja. Mér finnst þetta reynda bara dásamlegt, sko. Já, það er bara, eins og segir, lúxusvandamál. Það kemur það bara næst, skilur við. Já, einmitt, það er bara að líta á það þannig. Það er bara tækifæri til þess að koma aftur seinna. Já. Svo eins og í Sölku, þá þetta boðið upp á leir og það svona nýjung sem kemur neðan að punkti og maður finnur að það svolítið áhugi, sérstaklega hjá þeim eldri borgurum sem voru fyrir að prófa leirinn. Já. Og svo á samaskapi Mósaik, keramikmálunin núna hefur verið gríðarlega vinsæl. Hún svo vinsæl að við erum bara annarkvöld dag á Ásgarðsandi að versla keramikvörur. Það bara þannig, sko. En Og það hefur verið, nú ég að glemma ykkur. Já, sko, við tölum sem dásalegt verkefni í gangi sem heitir Karolínuverkefni. Það sem sagt útsaumur, íslenskur útsaumur og Karolínu var vefnaðarkona, mjög þekkt og mjög kunn og Heimilissiðnaðarfélag Íslands sem sagt að taka upp þetta verkefni, búin að útbúa dásamlega fallega kassa og uppskrift á öllu og þetta svona gæluverkefnið okkar. Jafnframt erum við með þetta til sölu hjá okkur og þetta bara það gaman að taka þátt í því að koma þessu gamla og góða á framfæri og efla það. Það dásamlega gaman. Við erum í gamlan íslenskan útsaum sem allt öðruvísi. Við erum með kjólasaumanámskeið. Við erum með, við erum með myndlistanámskeið. Bæði akríl og vatnslitanámskeið og svo bara það sem okkur dettur í hug. Við erum með námskeið skapandi skrifum svo skemmtilega við til. Ég kannast aðeins við það. Já. Og það bara, það má alltaf koma með hugmyndir til okkar. Einmitt. Okkur finnst dásamlegt að fá hugmyndir. Frábært, dyrnar standa opnar, þannig að ef fólk lumar á hugmyndum þannig úti þá maður koma þeim bara á framfæri og svo þetta bara skrá sig á námskeið og mæta til leiks og taka þátt í starfinu. Algjörlega, við viljum bara félagsmiðstöðin að vera bara lifandi og skemmtilegur staður, þess að fólk hefur tækifæri á að móta það sem þar í boði og til dæmis hægt að panta mat og borða í hádeginu hjá okkur. Alla daga. Góðan og fína mat. Það bara að panta fyrir klukkan 10 á morgnana og koma og borða og það bara allir velkomnir í það. Allur aldur. Já, frábært. Þetta ótrúlega spennandi og ég hlakka til að fylgjast með starfinu áfram. Bara kærar þakkir fyrir að koma hérna í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk kærlega fyrir. Takk.